Upplifðu ævintýraveröld Star Wars í Star Wars Battlefront, einum stærsta leik ársins. Það er undir þér komið hvort uppreisnarmennirnir hafi sigur eða hvort þið illa muni sigra að lokum. Star Wars Battlefront er komin í Elko. Elko, einfaldlega lægra verð. Þá komum við að kíkja í jólagjafa handbók Game TV drengja. Við erum Game TV drengir og þið eru að fylgjast með, þannig að við ætlum að vaða bara beint í þetta. Og Ólafur Þór Jóelsson, sérlegur ráðgjafi tölvuleikja á Íslandi, hann er klár með jólapakkana og hvað á að fara í þá. Já, þessum hluta þá ætlum við að ræða bílaleiki, svona leiki sem henta vel fyrir börn og íþróttaleiki. Þannig að þetta eru þessi þrír flokkar sem við ætlum að fara yfir núna og við ætlum að byrja á bílaleikinu. Því að það er náttúrulega gaman að vera. Já, er það ekki? Þú ert mjög hrifinn af góðum bílaleik. Jú, ég var það, er það ekki lengur, en kannski verið aftur. Já, við skulum sjá hvort við getum kveikt í þér með þessu. En fyrsti leikur sem við ætlum að nefna og er bara tilvalin í jólapakkan, það er nýji Need for Speed leikurinn. Já. En það er verið að restarta Need for Speed seríunni hérna. Já, í 5. skiptið. Já, í 5. Já, þeir eru alltaf að resetta hana. En nú tekst það bara ágætlega. Þeir eru að blanda saman kvikmynd og tölvuleik og maður oft óljós mörk þarna á milli. Og þetta tekst ágætlega. Þetta er ekki fullkominn bílaleikur, en hann er fínn og gerir ágætt skagn fyrir þá sem vilja bara svona hasar og svona hvað maður segja, svona glit og glam. Já, hann er kannski ekki alveg raunverulegasta gildum, en samt hann er fallegur, já, fallegur og skemmtilegur. Ekki ólíkur þeir. En annar leikur sem er, já, ótt að mæla með og hann kom út fyrir árunum, hann heitir Project Cars. Það er miklu meira svona juicy þar sem þú getur farið í öll detail á öllum bílum, stilt á eins og vilt og gert allan fjandann. Og hann er mjög raunverulegur og stundum óþægilega raunverulegur á mínu viti. Ég þoli ekki þar sem ég þarf að bara, þú veist, þetta er bara svo að setjast undir bara að stýra venjulegu bíl. Bara sem ég gerir í dagstælega. Ekki nenni því. Nú, annar leikur, Drive Club, kom út á PlayStation 4, byrjaði herfilega og þótti bara algjörslys, en nú er búið að patsa dýrið upp og hann er orðinn ansi flottur, flottustu veðureffektar sem þú getur fengið í leik þegar rigningin skellur á framrúðunni. Það er fáralega gott. Og svo getur við breytum milli dags og nætur. Keyrtum í Noregi og það er ýmislegt í þessum leik. Þetta er alveg ekkert við þennan leik að selja mér að ég ætti að setja þennan. Að keyrum í Noregi? Já, keyrum í Noregi, geggjaði veðureffektar og getur verið á dag og nótt. Já. Hvað með að keyra? Já, það eru bílar. Og líka mótorhjól. Það voru að detta inn mótorhjól líka. Þannig að við getum fengið mótorhjól og bíl. Það er bara þannig. Nú, síðasti bílaleikur sem við ætlum að fara yfir í jólagjafa handbók Game TV, það er leikurinn The Crew sem er frá Ubisoft og þetta er leikur sem var að fá nýja uppfærslu og þannig eru menn bara að keyra og geta verið með hópa fólki eins og kannski nafn leiksins bendir til og þannig ertu bara að keyra þver og endalaug Bandaríkin og er bara að þvælast leikur sem fína dóma og fyrir þá sem vilja selskap undir stýri þetta tekur þessu. Já, það hafið það. Ég myndi segja að bílanötturinn hann ætti að fá sér Project Cars. Það er svona svo leikur sem stendur upp að þessum fjórum. Já, er það? Og ætti að væða hann. Já, sem er brjálaður. En sá sem er svona semi-brjálaður, hann ætti að keyra í Need for Speed myndi ég segja. En allavega þá komið það svona barnaleikjum, hopp og skopp og já, stemningsfjör. Jú, vel gert. En þar má fyrst að telja leikinn Minecraft. Leikinn sem allir elska. Þetta er lífstíll, ekki leikur. Þetta er rosalega leik. Það elskar hann allir og hann er til bara fyrir alla tölvur í heimi og þeir sem vilja tjekka honum ættu endilega að gera það. Það er enda flestir örugglega búnir að því. En hann er allavega þarna fyrir þá sem vilja. Nú, annar leikur Disney Infinity 3.0. Þannig er Star Wars æðið tekið á svona barnalegt level. Þannig eru allar Star Wars myndinar, bæði fyrstu 3 og svo seinni 3. Og meiri sé efni úr nýjustu Star Wars myndinni. Ertu að menna þetta? Já, svo getur þú keypt svona Star Wars dúkkur og verið að leika þér. Það er magna. Nú, talandi dúkkur og leiki, þá er nú leikurinn sem startaði dúkku og leikjaæðinu. Það er Skylanders er mættur aftur líka og þessu sinni er það Superchargers og þá eru komið faratæki í Skylanders. Já, ég er búinn að vera að sjá þetta. Þetta er rosalega spennandi þetta. Þarna ertu í lofti, láði eða legi og þarna ertu á bíl, bát eða flugvél. Já, það er rosalega. En allavega, Skylanders komnir á flug í fyrsta sinn.
og þarna getur þú keypt þér racing packs og verið að keyra og geta fjórir spila einu og svona ýmislegt fleira. Nú, annar barnaleikur Super Mario Maker fyrir Wii. Þetta kveikir í þér. Já, þetta fallegur leikur þar sem þú getur búið til þinn eigin Super Mario Bros. Board og ætti að kæta marga Nintendo áhangandan, saman hvort hann ungur eða gamall. Þetta eiginlega fyrir alla sem að elska Nintendo. Já, og eiginlega endalaust leikur, því að það bara hugmyndaflug þitt sem setur hún skorður. Nú, og annar leikur sem að þarf að nota hugmyndaflug, það Terraway. Það var að koma út, það sem að gera Little Big Planet leikina og það líka svona teikna með pinna og gera eitthvað stöð. Þannig að þeir sem að vilja vera skapandi ættu að tékka á þessum tveimur. En hvað myndir þú segja að væri svona barnaleikurinn sem að þú myndir vilja gefa þínum börnum? Þessi? Ég rosalega mikill Skylanders-kall. Ég mjög hrifinn af þeim. Eina sem kannski svona ókosturinn við það, en samt getur verið kosturinn, að það þú veist mikið að kaupa af köllum og svona drasli. Þannig að aukakostnaður mikill. En þetta þá líka mjög auðveld gjöf og þarfst að gefa svona litlar gjafir í framhaldi. Þetta getur verið svona hluti af gjöfum og gefið öðrum hugmyndir. Sumargjafir og svona. En líf mitt fullkomið ef að þú værir Skylanders-kall, því þetta verða gott. Já, getur þú sett mig á plattan og leikið við mig. Wow, ekki þetta, ekki farið þess átt, þetta var ógeðslegt. Allavega, og úr því yfir í íþróttaleiki. Þar skal fyrst hann telja NBA 2K-serían, hún komin aftur. Spike Lee, leikstjóri á svona career mode, hann dottinn inn og það bara, þetta ekki bara stór hluti af NBA-deildinni, ekki leikmenn og allir brjálæðir í hann leika? Jú, allir leikmenn eiginlega, ekkert allir, en náttúrulega flestir, þeir spila þennan leik og spila hann grimmt og meira sér að tala það í viðtölum eftir leiki. Þeir séu að reyna að hækka 2K-skórið sitt og það svolítið spes. Það þetta rosalega. En engar síður mjög skemmtilegt. Já, nú fyrir þá sem fíla fótbolta, þá náttúrulega FIFA 16. Hann náttúrulega bara mjög góður og svona hefur höfuð og herðar yfir aðra fótboltaleiki. En fyrir þá sem vilja nördast í Excel-skjölum, þá það Football Manager 2016 sem reyndar að skarta svakalegri þrívítavél þetta árið, en þú náttúrulega nennir því ekki. Ég hef aldrei skilið af hverju hann að reyna að tróða þessari þrívítavél. Nei, ég með þrívítavél, nei, ég vil bara texta. Þannig þú. Já, þannig þú líka, hvað þetta reyna? Nei, þú aldrei hort á leika þetta. Jó, ég náttúrulega þrívítavél. Það enginn að horfa á þetta. Það enginn að horfa á þetta. Jó, maður býr til sjálfa sig og maður á hliðarlínu. Sækja! Eða þannig, skiljum, það það í alvöru. Hræðileg pæling. Eitthvað hræðilegt inni og þú, búm, allavega. Það fleira í íþróttaleikjum. Þú hefur gaman að golfi. Þá Rory McIlroy PGA. Það búið að henda Tiger út. Rory kominn inn. Alveg farinn. Já, það nákvæmlega. Nú Madden enn og aftur valið ef þú hefur gaman að ameríska fótboltan. Nú NHL ef þú vilt skella þér á ísinn. Og ef þú vilt dundra á hjólabretti þá Tony Hawk með nýja leika Tony Hawk 5 sem kom út á dögunum og var algjör skítur, en nú búið að patsa hann 7 til 8 GB og hann víst orðinn spilanlegur, og fyrir það sem vilja detti það, þá það bara í fínu lagi. Bara láta okkur í friði. Þetta var allavega jólagjafa handbók fyrsti hluti, Game TV, og þetta nokkra hugmyndir í jólapakkan. Bílaleikir, barnaleikir og íþróttaleikir. Upplifðu ævintýraveröld Star Wars í Star Wars Battlefront, einum stærsta leik ársins. Það undir þér komið hvort uppreisnarmennirnir hafi sigur eða hvort hið illa muni sigra að lokum. Star Wars Battlefront komin í Elko. Elko, einfaldlega lægra verð.